Svandís Svavarsdóttir, vertu hjartanlega velkomin í sjókastið. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Ég er rosalega ánægður að hafa fengið þig. Ég er bara mjög ánægður með að koma. Það bara gleður mig virkilega. Það er dásamlegt, sko, af því að sjókastið er svona með einhver fókus á sjávarútveg, en jáfnframt á þær persónur sem að tengja sjávarútvegi og mig langaði sérstaklega að fá þig hingað í smá spjall vegna þess að þú hefur tekið slægi sem að kannski ekki allir hafa þorað að taka eða ekki vilja taka í tengslu við sjávarútveg og mig langar svolítið til að heyra þína hlið. Já, sko, þegar ég kom inn í matvælaráðuneyti sem var þá í raun og veru var þá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og varð svo matvælaráðuneyti, sko, ráðherrar vilja gjarnan hræra í heitum ráðuneyta, þannig að núna heitir það atvinnuvega aftur. Já, já. Þá hugsaði ég auðvitað heilmikið þessi átök sem hafa verið í kringum sjávarútveg á Íslandi og þessi það er svo djúp sár í raun og veru í svona þjóðarsálinni út af sjávarútvegi og mig langaði að grafa svolítið ofan í það og reyna að finna flötinn til þess að færa umræðuna greinina svolítið áfram. Og mig langaði til þess að gera það með öllum hlutaðeigandi og að þetta snýrist ekki bara veiðigjöld sem að þetta vera svona há eða svona há, heldur grein sem að væri í raun og í grunninn svo öflug og svo sterk og svo til mikillar fyrirmyndar á heimsvísu að við ættum miklu meira að vera stolt af henni heldur en ósátt við hana. Þannig að ég leit svo á að það væri hagur bæði stjórnmálana, almennings í landinu og ekki síður greinarinnar sjálfrar að finna þennan sameiginlega flöt. Þetta er búið að vera svona bitbein einmitt í 42 ár og við erum búin að vera að tala í þessi 42 ár hvernig við getum skapað einhverja samfélagslega sátt greinina. Við ætlum að kafa djúpt í þetta á eftir. Mér langar til að byrja þess á byrjunni. Já. Svandís, ertu ekki frá Selfossi? Já, nú komum við að þessu, sko. Ég er fædd á Selfossi og það var þannig með afa minn og ömmu. Þau voru fædd 1918 og voru utan af landi eins og allir einhvern veginn meira og minna á þeim tíma. Hún úr Breiðafirði og hann af Ströndum. Og eins og svo margt ungt fólk á þessum tíma þá fluttu þau nær þéttbýlinu til þess að vinna. Þannig að þau fluttu á Selfoss og mamma er fædd þar og þannig að það er hennar heimabyggð þó hún sé eigi ekki rætur þangað og svo eins og gengur með ungt fólk að þá voru þau, pappa og mamma, mjög nálagt þessu heimili, afa og ömmu. Voru þau ung þegar þau áttu þig? Já, ég var, sko þau áttu mig þegar þau voru 20, pappi var nýorðin 20 þegar ég fæddist og hann þurfti raunar að fá forsetabréf eins og það hét í gamla daga til þess að mega giftast mömmu að því að hann var bara 19 ára. Já. Þeim fannst það við hæfi að vera búin að því áður en að ég kom í heiminn. En það voru 20 ára milli mín og pappa, 21 á milli mín og mömmu og amma í föðurætt var svo aftur 20 árum eldri en pappi þannig að þetta voru mjög svona þétt á milli kynslóða. Já, það er greinilegt. En ég var mikið á Selfossi sem krakki og hef miklar taugar til bæjarins. En svona mínar rætur að fara á Íslendingabók að þá er það á Vesturlandinu, Borgarfjörður, Dalir í föðurætt og Breiðafjörður og Strandir í móðurætt. En já, móðin Jónína, hún er á Ströndum þá, er hún fædd þar? Eða? Já, sko, hún er fædd á Selfossi af því að af og amma voru, eða hún reynar fædd í Reykjavík en hún var á Selfossi þegar hún var lítil. En amma var fædd og uppalinn í Flatey og Breiðafirði. Og kom fyrst í land þegar hún var 12 ára. Já, þannig að það er mikið, þannig að við erum öll alinu fyrir það að það sé jafnæðilegt að vera á sjó eins og á landi. Skemmtilegt. Ef maður er í Breiðafirðinum þá er það ekki þannig að það sé endilega fastland undir fótum. Sko. Nei. Þess vegna ertu hér í sjókastinu. Það er út af því. Og þannig að það var auðvitað sko, mikið af svona verið að nýta, hvað ég var að segja, svona auðlindir hafsins hvort sem að var fiskur eða fugl eða hvað það var, þannig ég er alveg fyrir það. Afi var af Ströndum, hann var úr Kollafirði á Ströndum. Móðurafi og þau kynntust sem sagt í Reykholti í Borgarfirði þar sem voru bæði í skóla. Þannig að þar eru ræturnar, þær eru á Vesturlandinu. All right, en fæðið þinn sem að var nú mjög þjóðþekktur maður, Svavar Gestsson. Já.
hvaðan er hann og hvernig leituð þau saman sína hesta? Já, þau, pappa og mamma sko, þau eins og krakkar gerðu á þessum tíma, það var ekki mikið skóla á framhaldsskólastiginu, þetta var einn og einn skóli og í raun og veru örfáir krakkar sem að fóru í menntaskóla og sérstaklega krakkar af alþýðuheimilum, það var ekki mikið það. Þau voru bæði elst í stórum systkinahópi, pappi í sínum 7-8 systkinahópi og mamma átti 3 systkini sem voru yngri en hún. Þannig að þau voru bæði elst og þau voru bæði svona leiðtogar í sínu systkinahópum og það var sem sagt niðurstaðan á þessum 2 ólíku heimilum, pappa í sveit og mömmu á Selfossi, að senda þetta elsta barn til Reykjavíkur í menntaskólan og þar kynnast pappa og mamma þannig að þau kynnast þegar pappi er í það sem heitir að vera í 3. bekk og mamma í 4. Já, í menntaskólanum í Reykjavík já. Skemmtilegt en þú sjálf hvar sleistu barskórnuðinu? Sko ég lít nú svo á að ég sé vesturbæingur og á mínar flestar ef ekki allar mínar æskuminningar þaðan fyrir utan það að hafa verið á Selfossi eins og hefur komið fram og svo líka náttúrulega verið í sveit það var eitthvað sem var alveg tíðkað á þessum tíma að senda krakka í sveit og láta þau læra til verka alls konar, hvort sem að það var í búskap eða... Var það illir í nauðsyn? Varstu ódæli eða var það bara svona... Nei, þetta snýrist það bara, þetta var bara hluti af uppeldinu í raun og veru, að koma manni til manns og oft var ég hjá ættingjum auðvitað og þú veist að þá var maður bara að umgangast kýr og kindur eins og gengur og læra að sækjabælurnar og moka fjósið og svona en svo var ég reynda líka þegar ég var nú ekki nema 11 eða 12 ára þegar ég var látin vera að sjá símstöð á Staðarfelli í Dölum Magnað Já, og þá var það bara eitt af þeim verkum sem ég átt að sinna það var að vera á símstöðinu eins og það hétt Er þetta svo langt síðan þurftur að tengja saman sko bæi sem voru að hringja Já, ég var nefnilega til í gamla daga að sjá til og þá var það þannig sko að það voru ef einhver vildi hringja af einhverju sveitabæ þá þurfti hann að hringja fyrst á Staðarfell sem var þar sem símstöðin var ég þurfti svo að hringja í Búðardal og biðja Búðardal Reykjavík og biðja svo Reykjavík símanúmerið Þetta er alveg magnað og Reykjavík gaf mér svo símanúmerið og þá tengdi ég saman Svona kornungur maður eins og ég bara ég get varla sett mér í þessi spór Nei, þetta eru svo ótrúlega breytingar en þarna var ég í sveit á Staðarfelli einhvern tíma, svo var ég í sveit á Dröngum á Snæfellsnesi á Skógarströnd og þannig að þetta er óalega mikið þarna í kringu Breiðafjörðin sko. og en var í Vesturbænum sem krakki og var í skóla var reyndar halvan vetur í Austurbæjarskóla en síðan var ég í því sem heitir núna Vesturbæjarskóla en var gamli stýrimannaskólinn við Öldugötu Já og þannig að þú sér tengingarnar þær eru víða þær eru stýrimenn og sjómenn koma víða við sögu hjá mér en það er sem sagt húsið sem að stendur við endan á stýrimannastíg Akkurat þar var barnaskóli þegar ég krakki og var reyndar þá bara upp í 10 ára bekk Okay. og krakkarnir fóru svo eftir þennan 10 ára bekk í Melaskóla í 2 vetur og svo í Hagaskóla þannig að þetta eru mínir skólar Þetta eru þínir skólar hvernig barn varstu sko við þekkjum þig sem Svandísi Svavarsdóttur svona pólitískan beljaka þú bognar ekki svo glatt og allt það hvernig varstu sem barn og unglingur sko sem barn og unglingur maður er kannski ekki góður í að lýsa þessu sjálfur ég sagði nú ekkert við vinkonu mína þegar við vorum unglingar þá sagði ég, og ég sem er svo dagfarsprúð sagði ég, og henni fannst það ofsalega fyndið og hún er að hlæja þessu enn þann dag í dag ég var fljót til ég var fljót að læra að lesa og fljót að setja á mig hluti það var svona heimasport þegar ég var alast upp að læra utan að alls konar hluti og hvaða fjöll eru þetta og hvaða númer og tölur og hver heitir hvað og hver sískinaröðin í þessari fjölskyldu og þetta var svona heimasport að þjálfa kollinn og þótti svona frekar til kosta þegar ég er alast upp að muna hluti Hinu krokkan eru ekki þóttu bara að vera nörd
Jú, það var alveg þannig og sérstaklega þegar ég orðin unglingur sko, þá hef ég mikinn og vaxandi áhuga á ættfræði sem var náttúrulega alveg út í hött sko, þegar ég var 13-14 ára og mér þótti mest gaman bæði að teikna sko, svona einhvers konar ættartré og setja upp fjölskyldur eins og þær væru í kannski bergsætt eða svo seinna deildatungætt og ég meira segja naut þess heiðurs að lesa smá prófarkir eða deildatungætt með pappa þegar ég var 14 ára en þetta svolítið fyndin hlið á mér sko að því þú ert að spurja það hvernig krakki og unglingur ég hafi verið vegna þess að mjög miklu leiti var ég upp á kant Upp á kant við hvern? Völd Við völd? Já, yfirvald og við þá skóla, við kennara Já, skóla, kennara skólastjóra Af því að þið langaði til þess að hérna grúska í þeim fræðum sem að höfðu til þín og varst kannski ekki endilega hlindi að lesa gagn og gaman eða hvað? Nei, þetta var alls ekki þetta var miklu meira þannig að þetta var einhvers konar ég held að þetta hafi verið sko mjög sterkur svona pólitískur eldur í mér strax þegar ég var krakki mikil svona tilfinning fyrir því hvað var rétt og rangt í samfélaginu ég gerði athugasemdir við það að það var kannski stafsetningaræfing það sem að kom fram mjög hefðbundin verkaskipting kynjana þá gerði ég athugasemd við það þannig ég hef örugglega verið þreytandi og svo náttúrulega bara var svona kláði og eitthvað óþol yfir því að þurfa að lúta valdi og það hefur alltaf verið í mér svona efasemdir það og það kannski það sem að hefur verið sko eins og stundum sagt að sök býti sekan sko að það rétt mátulegt á mann að sitja svo uppi með það að fara með völd það var akkurat það sem að þú ætlaðir að leiða þetta þangað Já, og hérna það var svona uppsteitur í mér sem unglingur og náttúrulega gagvart pappa mjög mikið sko Varstu uppreist gegn pappa en þú hefur samt ábyggilega sko hallaðir að honum að haft hann sem einhverja fyrirmynd og ættfræðin og allt þetta og við vorum alveg opbóðslega miklu vinir alla tíð en þegar ég svona þetta 13-14 sko pappi verður ráðherra þegar ég 14 ára 1978 Ráðherra hvaða mála? Fyrst viðskiptaráðherra og þá hann 34 ára Já og ég 14 ára og mér fannst þetta allt alveg fáránlegt mér fannst mjög fáránlegt að hann væri með bíl og bílstjóra og mér fannst mjög fáránlegt allt þetta svona að hann þyrfti að vera í jakkafötum og þetta þyrfti að vera eitthvað svo hann hafði náttúrulega verið blaðamaður og ritstjóri á undan og það var svona annað yfirbragð á heimilishaldinu og hann í raun og veru stekkur þarna inn í allt annan heim heldur en var hans heimur og ég meina hann þurfti að kaupa sér jakkaföt þegar hann var ráðherra sko, að því hann áttuði ekki til og þið fannst þetta svona, þetta fór í taugarnar og þetta leikrit og að þessum tíma sko 78 þá erum við í þessari miklu vinstri bylgju þannig að það var líka bara sko ungt fólk var róttækt ungt fólk setti spurningamerki við allt mögulegt og það var stutt í það að það væri svona þú veist, mótmæli og samstöðufundir og útifundir og það var svona þessi stemning öll sömul var mjög sterk á þessum tíma og þetta akkurat tíminn sem að ég er að komast til manns. Já, þú ert að móta svolítið í þessu umhverfi. Já. Sko, svo veit ég að þú fórst ekki í MR eins og foreldraðinir. Nei. Þú fórst í MH sem hefur greinilega verið bara einhver einskerri uppreist. Já, það var það sko. Er það ekki? Jú, algjörlega og það var líka þannig sko að mér fannst MR alltaf hefðbundin fyrir mig. Mér fannst hann of kantaður, mér fannst hann vera með of djúpar svona borgaralegar forréttindarætur. Og það var ennþá verið að þér að kennar á þessum tíma í MR held ég? Já, jafnvel, einhverja kennara. Einhverja? Og þannig að mig langaði til þess að fara í MH sem að var náttúrulega svona að sömuleita á þessum tíma svona táknmynd fyrir sköpun og svona hugsa út fyrir bóksið, áfangakerfi, ekki bekkjakerfi en á þessum tíma þá voru skólarnir hverfiskólar. Já. Þannig að það var ekki tækt að segja nei, ég vil ekki fara í MR, ég vil fara í MH heldur fór maður á einhvers konar
biðlista og gat farið í MH þá áramótin og þannig að það varð úr að ég fór í MH áramót og þá náttúrulega Byrjaður þá í MR á haustinu? Nei. Þannig að þetta haust þá var ég í Þýskalandi og þetta var svona enn og aftur partur af því að ala stelpuna upp. Að það var að koma henni í eitthvað umhverfi þar sem hún geti lært tungumál eða það geti verið í annars konar menningu og svo framvegis. Þannig að fólk sem að tengt mömmu, fjölskylduböndum og þjóðverjar, þau tóku á móti mér þarna í ágúst 1979 og þar var ég til fram í desember, fram á jólum. Bara svona eins og hálfgerðu skiptinni með eiginlega. Hvað varst að gera þá? Meir og minna bara inn á heimilinu og bara hjálpa til og hlusta og tala á þýsku og sem að var fyrir mig bara heilmikill skóli og ég hafði reyndar við erum búin að stökkva yfir það að pabbi fór í nám til Austurberlínar þegar hann var kottnungumadur, þannig að 30 ára var ég í leikskóla í Austurberlín. Ég nefnilega við ætluðum ekkert að stökkva við það. Ég hugsaði með mér einmitt þessi vera þín hjá sem hjónu, vinahjónu sem voru tengt ykkur. Já. Var þetta í Austur-Þýskalandi var líka svona komur að segja vinstri slagsíðu mótandi umhverfi þar? Nei, sko alls ekki. Þetta var í Vestur-Þýskalandi og var bara nálagt Darmstadt í Hessen. Og pabbi og mamma voru þarna eða pabbi náttúrulega í einn vetur í Austurberlín og það gerðist þá við innrásina í Tékkó eins og með marga vinstrimenn að þeir fóru frá sínum áformum það að læra fyrir austan. Akkurat. Og pabbi gerði það gekk fram á honum og hann var mjög ósáttur við það sem að þarna gerðist. En ég var sem sagt þarna í Þýskalandi og gaman að segja frá því ég alltaf að reyna að halda þýskunni við og núna ég að hamast á Duolingo á þýsku á kvöldin og ég að reyna að aga með það að vera sko reglulega í þessu og það aðalega að halda við sko talmálinu af því að eitt að lesa og lesa og skrifa lesa og skrifa allt það en annað einhvern veginn að vera inn í því hvernig maður skiptist á skoðunum og spjallar og svona. Akkurat, ég tengi mjög skýrt við þetta, ég var sjálfur skiptinemi í Rússlandi. Já, var það virkilega? Ég var 16 ára gamall og þess vegna get ég aðeins sett mig í þín spóru þetta svona, sérstaklega á þessum unga aldri, þá ég var 16 ára því og það fátt sem að hefur, held ég, eða svona allan þegar ég líti í speili sem hafði meiri mótandi áhrif á mig í uppvexti heldur en einmitt að fara einhvern veginn úr þessu umhverfi, örugga umhverfi og þessari búblu sem að býr í og bara hendi eitthvað annað umhverfi og það ekki endilega það kultúrsjokki sé það mikið sko hvort sem það var Rússland þarna, þetta náttúrulega löngu eftir hrun Sovétríkjanna og þegar þú ert í Þýskalandi kannski kultúrmessigt ekkit rosalega fjarlægt okkur en það bara að fara svona ungur og standa einhvern veginn, vera ekki með sitt net alveg dagstælega hjá sér. Já, og líka sko það sem að kann að virðast fyrir fullorðið fólk smámunur eða lítillmunur mikill munur þegar maður 15-16 ára. Litlu núansanir sem maður tekur ekki eftir og bara það að sko hvenar borðum við hvernig kaupum við inn og þú veist, hvernig eru póstkassarnir á litin? Akkurat. Hver munurinn á mjólkinni sem í rauðu og bláu? Og svo þetta, kannski líka þetta mannlega sko sem að í þjóðarsálinn, ég man eftir að hafa lent í mjög mikilli rimmu við fjölskylduna sem ég bjó hjá í Rússlandi af því að heimilismóðurinn rétti mér ryksugu og spurði hvort að ég vildi ryksugu enni á mér og ég leit á gólfi og segi nei, ég þarf ekki að gera það og þá fekk ég svona silent treatment í eina viku og svo sprakk allt í loft sko yfir ég hefði hafnað þessu tilboði að ryksuga inni hjá mér af því að það var ekki verið að spyrja mig sko. Þarna var einhver svona kultúrmunur var einhver litli núansar í tungumálinu. Þú skildir það þannig að þetta væri í raun og veru spurning? Já, þetta var spurning, nei, ég þarf ekki að ryksuga inni. Hvar varstu í Rússlandi? Ég var í Nizhny Novgorod, Gorki og svo gömul og mannstættir sem Gorki. Já. En ertu talandi á rússnesku? Já, ég talandi á rússnesku og það sko Duolingo hef ég nú reyndar ekki verið mikið á en ég held við svolítið með að tala við sko þá sem að hafa rússnesku annarkvort sem móðumáli eða annar mál á Íslandi sem eru þó nokkrir
það eru ekki svo margir rússar, það eru litáar, lettar og úkrænmenn sem eru margir hver með rússnesku sem fyrsta eða annar mál. Já. Og svo hlustaði ég alveg geipilega mikið á óperur eftir Tchaikovsky á rússnesku. Já. Og les líbrettóið með það, ef ég rekst á eitthvað orð sem ég kann ekki þá fletti ég upp. Já, þannig að þú heldur við í grúskinu. Já, við eigum þessi skrýtna áhugamál ég og þú. En langar að stökkva aðeins yfir MH árin, þau voru ábyggilega skrautleg og skemmtileg og þú hefur verið stútfulla réttlættiskend og ábyggilega haldið einhvern tímann á mótmálaspjaldi einhvers staðar. Já. Svo fer að kenna bara 18-19 ára gömul út í Hrísey. Já, allt hangir þetta nú saman vegna þess að í MH að þá kynnist ég strák sem að seinna varð maður minn. Hann er 3 árum eldri en ég, Ástráður og er núna ríkissáttasemjari, hvorki meira en minna. Og þarna er ég komin á þann stað í MH í öllu þessu svona nuddi mínu einhvern veginn, gagvart þessu formi sem að þó var losaralegra heldur en MR, að ég stóð frammi fyrir því að vilja verða utan skóla. Já, af því að mér fannst þetta allt saman erfitt og mögulegt einhvern nátt. Svo óstýrilát. Mjög óstýrilát nefnilega. Þannig að það gerist þegar við förum að stinga saman nefjum þarna haustið 81 að þá er hann að klára og ég er að taka ákvörðun það að verða utanskóla. Okay. Þannig að okkar fyrsta skref er að fara út á land og flytja á Hellu á Rangavöllum og þetta var allt saman ótrúlegt að hugsa með tíma að því að við áttum ekki bíl og vorum fórum með okkar dót einhverja betta og eitthvað smotteri inn í einhvern kennarabústað sem var með mörgum herbergjum og við áttum nú ekki mikið til þess að tryggja að það væri húsgögn í hverju herbergi en þarna vann ég sem sagt á grillskálanum á Hellu og vann við það að steikja hamborgara og á þessum tíma var allt með ananas, þetta var mjög mikið ananas tími. Ég man eftir bara líka úr minni að það var allt með ananas. Já, það var opbóðslega flott að vera með ananas. Horskur í ananas? Já, samlokur með ananas, með skinkuost og ananas og svo var kjúklingur með þess að grillaður með ananas. Þá verði ég að skjóta færðu þér pítsu með ananas í dag? Mér finnst það ekki gott. Nei? Mér finnst það ekki gott, en ég menna ég fúls ekkert við því, en ég pantaði ekki. Ok, ég pantaði alveg. Já, þú gerir það alveg. Skamlaust. Þú gerir það. Og hamborgarar með ananas, það var mjög gætna gert. Ég hef ekki prófað. Og þetta var svona þessi gamaldags grillskáli, þannig að þarna bakvið þá byggum við til majónesið og við byggum til svona það sem að stundum er kallað slittusalat sem að er semst bara hvítkál og gulrætur með svona hvítri dressingu og dressingin var bara bara majónes og safin úr ananastósin þannig að ananasin var allstaðar það var allstaðar þarna vorum við fram á vorið 81 og Ástráður var að kenna hann var að leysa af þannig enskukennara og kenna úlingum og setja upp eitthvað leikrit með krökkunum og eitthvað svona og svo sumarið að þá kom upp þessi hugmynd að fara til Hríseyjar eða þar að segja, þetta er lengri saga þetta snýrist í raun og veru það að núna fara krakkar heimsreisu eftir stúdentspróf en á þessum tíma var gjarnan farið í einn vetur út á land í svona sabbatár eða þannig að kenna finna sig, hugsa málið og eitthvað svona og við þrjú saman, ég og Ástráður og föðusystir mín Guðný sem er jafngömul Ástráði og var líka búið með sinn framhaldsskóla, var í Flensborg þau ákveða og við að sammælast það að vera saman í þessu þrjú að þau myndu sækja að fara eitthvað út á land ég yrði utanskóla í MH og myndi bara vinna í frystihúsi eða eitthvað enda bara 18 ára gömul svo leiðir eitt af öðru við merkjum við eitthvað á einhverjum lista ég man að við merktum við Hallómstað og merktum við Fáskrúsfjörð og svo Hrísey okkur fannst þetta voru einhverju svona nóg og fjarlægir staðir til þess að vera spennandi
Þetta svona hljómar svo einhver svona umsókn bara... Þetta gerðist í menntamálaráðuneytinu. Þegar á þessum tíma er grunnskólinn hjá ríkinu. Þannig að öll mönnun á grunnskólastiginu var miðlag í raun og veru. Betra kerfið að vera? Ég held að hafi alveg haft sína kosti og hérna já, ég held að hafi alveg haft sína kosti að hafa þetta svona því að já, en svo hafði það líka sína galla og hérna maður sér það núna að sterk sveitafélög eiga kannski auðveldara með að sinna fjölbreyttum þörfum barna en sveitafélög sem eru fámenn og í basli með fjármögnun eiga í erfileikum með það. Þannig það er svona kannski ekki sá jöfnuður milli landsluta sem maður myndi vilja sjá á grunnskólastiginu en það er svo sem hefur alltaf verið áskorun. En það sem gerist þarna er þarna við hittum skólastjóran sem að var þá að skipuleggja þetta skólastarf í Hrísey og er svona raða fólki og við mætum þarna 3 að því að ég var þá búin að tala við eitthvað til frystihúsunum það ég myndi vinna þar og svo erum við bara eitthvað að spjalla það hver muni kenna 10 ára bekknum og hver muni gera þetta og hitt og ég svona dreif mig í hlé því þetta var ekki samtali við mig þegar að skólastjórinn segir hver getur kennt eðlisfræði og þá segir Ástráður Svandís getur það og hafði mikla trú á mér og ég sagði já, ég held að ég geti það alveg kennt eðlisfræði og svo leiddi einhvern veginn eitt öðru þannig að ég var komið með eðlisfræði og líffræði í það sem þá hét 7. og 8. bekk og svo var það spurning hvort að ég geti ekki bara kennt tónmennt af því að það var kannski bara engin annar sem gæti það Varstu þá með bakgrunn og músík af Já, en ekki mikla heldur meir og minna bara að spila eftir eiranu á gítar og píanó sko. Ekki svona formlega Nei, einhverja smá, ég hafði verið eitthvað 3-4 ára píanó og tekið einhver svona byrjanda stig en eins og í öðru var ég ekki dvolega góð í því að fara eftir reglunum Ég sé þið ekki fyrir mér hérna sitjandi í tónfræðitíma og þegja og skrifa Nei, en mér fannst reyndar mjög gaman í tónfræði það er líka sko að því að tónfræðin er svo skild starffræðinni Já, eru sem sagt þar líði mig best Já, ég ætla að segja sko eðlisfræðin þú varst stökkst á það eru raungreinar, að því ég veit að hérna þú fórst í sko íslensku og málvísind í háskólanum en eru raungreinar þá eitthvað sem að svona var þín náttúra eða þannig? Ég sko ekki raungreinar heldur eiginlega fyrst og fremst hrein starffræði Bara hrein starffræði, já og mér finnst sko að sömuleyti eru hrein málvísindi bara mjög skild hrein starffræði Þetta snýst ákveðna svona byggingareiningar og síðan ákveði reglukerfi sem að einingarnar fari í gegnum Lógík og svo einhverja smá undatekningar og undatekningar lúta einhverjum ákveðnum lögum Já, og mér fannst það strax ofsalega skemmtilegt bara í grunnskóla að hérna þú veist, orðflokkagreiningar og bara svona svolítið bara mekanísk flokkun á orðum og beygingakerfum og svoleiðis. Ég tenki alveg fáralega Er það ekki? Er það ekki? Kannski erum við bara sama manneskja. Já, ég held að sem við líkar heldur við. Ég heldur nú við áttum okkur á. En sko, þannig að á þessum tímapunkti þá er ég komin þar að ég er búin að taka að mér að vera með alla tónmenntina í skólanum þetta voru 50 krakkar í skólanum og mikil samkennsla þannig að þau voru saman það var 6 ára bekkur eða 7 ára bekkur var einn en svo var 8 og 9 ára bekkur saman og svo framvegis þannig að svo fórum við út í Hrísey og ég var búin að átta mig á því að ég var að öllum líkindum að fara að stíga þessi skref að vera grunnskólakennari sem var alveg fáránlegt að því að var svo stutt síðan ég hafði verið bara grunnskólanemandi sem var upp á kantu allt og alla Nákvæmlega, bara hálfgert barn sjálf Já, og bara algjört barn og þá gerist það sem sagt að þegar við erum komin út í Hrísey þá hittum við skólanemndina það var skólanemnd náttúrulega í hverju sveitafélagi og fáum upplýsingar hérna, kennarabústaðinn og allt þetta að þá kemur til mín kona sem að segir við mig já, nú ert þú að taka að þér tónmenntakennsluna í skólanum og okkur vantar kennara til þess að halda utanum
tónlistarskólan. Já. Og ég hugsaði með mér, tónlistarskólan í Hrísey, Já. hvað er það? Já, það eru bara 15 krakkar sem að vilja læra á hljóðfæri. Já, það hafði ekki verið fram að því Reykjum. Jú, það hafði nefnilega verið tónlistarskóli og það var alltaf svona einhver sem að var á staðnum sem að sáum þetta og þarna var staðan þannig að þessi einhver var ég. Ok. Og hvað eru þessi krakkar, hvað vilja þau læra? Þau vilja læra blokkflötu og það eru 2 sem vilja læra píanó og 1 sem vilja læra skemmtara sem var svona græja með trommuheila. Og getur þú ekki kennt þeim bara? Já. Og ég sagði, jú, ég held það. Já. Ég held ég geti það bara. Já. Og Þú hefur ekki skort sjálfstraustið að það? nei, svona eftir á hyggja þá veit ég ekki alveg hvers konar eiginlega típa þetta var. Nei. En þetta var svolítið svona þessi máti að takast á við það sem að höndum ber og hérna gera sitt besta og svona finna svolítið út úr hlutunum. Og ég gerði það og ég held að engum af þessum krökkum hafi orðið neitt meint af, en ég eins og að fann það mjög fljótt í þessum tónmenntatímum sko, af því að þá var ég að reyna að kenna bara upp úr bókinni það sem að var eitthvað svona solfa, do, re, mi, fa, so með höndunum og eitthvað svona. Þetta fannst mér alveg vonlaust að fá krakkana til þess að fókusera á. Já. Þannig að ég ákvað bara að breyta þessu í söngtíma. Þannig að ég var bara með gítar og við sungum saman og það sem var mikilvægast fyrir krakkana að syngja var eitthvað sem tengdi þau við Hrísey. Ok. Og það voru bara sjómannalög. Það voru sjómannalög? Já. Og þá sungum við sko Jónas Árnason, náttúrulega bara við írsklög, bara hífa upp eftir kallinn og hífi í allir sem einn og allt þetta. Og það fannst þeim alveg geggjað. Bara og hérna bæði, þetta er náttúrulega svo ævintýrlegi textar að missa augað á Madagaskar og hákallin beit handleggin af eða hvernig var það löppina eða hvernig það var. Já, svo eitt lag sem er miklu uppáhaldi hjá mig, það er Kokkur og Kúti frá Sandi sem fær kjaftsögg hvern einasta dag frá henni Tótu sko. Já, það er alltaf hrikaleg staða í lífinu. Svo var náttúrulega Bubbi Mortens, hann var mjög mikið að koma upp á þessum tíma, hann gefur út Ísbjarnarblús 1980 og þá er ég reynda stödd, það sumar er ég í fiski á Fáskrúsfirði af því að það var þá hjá frændfólki að vinna í fiski? Já, að vinna í fiski og ég var þar sumar 80 og 82 var ég á Norðfirði og 80 var svo sögulegt sumar af því að þá, eða í minningunni var náttúrulega fyrir það fyrsta var ég að gera og hérna vinna í Bónus sem var náttúrulega eitthvað mjög fjarlægt því sem að ég var góð í. Já, vinna í akkordi og í akkordi, og fá og bara og mælt og taldir gallar og allt þetta frá mér. En það var það að þetta sumar kom Ísbjarnarblús út og Vigdís varð forseti. Og síðustu tölurnar komu frá Austurlandi og þar var ég. Ég var náttúrulega ekki með kosningarétt en það var sterk tilfinning. Stort moment fyrir þig. Sterk tilfinning af því að hún var undir þarna fram að síðustu tölum. Já. Og ég náttúrulega alveg fyrir það að vaka kosninganóttina, af því við erum að tala um tölur sko. Að það er mjög lítil, ég held ég að vera 7 ára þegar ég vakti fyrst kosninganóttina með pappa. Já, og við sátum saman og fylltum inn í dálkana sko. Tölurnar þú náttúrulega fær þetta með móðumjólkinni eða föður og halda utan tölur, reikna vera fljóta, finna prósentur bara í gegnum hugareikning og svona, þannig að það skiptir máli, en allavega þá satt ég í miðinni með gítarinn og þau sungu bara Þá stundi mundi eða móðir hvar er barnið þitt svona seint kvöld eða hrofnin er að koma eða hvað það nú er. Og bjóstu til einhverja músíkanta þannig í Hrísey? Er einhverju sem að getur nefnt einhver svona heimsfrægna? Nei, það get ég ekki en sko þetta var alveg frábær leið til þess að tengja í gegnum tónlist við krakka. Að bara syngja það sem var í gangi og syngja það sem tengdu við þeirra stað sko frekar heldur en að vera með eitthvað sem að átti rætur að rekja í einhverja aðra menningu eða einhverja aðra nálgun að því að þetta snýrist ekki að kenna þeim nótnalestur, þetta snýrist að þau nýtur sín í gegnum tónlist. Akkurat.
sem rosalega stór partur líka, þetta var svona hálfger hallari spurninga af mér að spyrja hvort þú hefði búið til einhverja stóra heimsfræga músikanta vegna þess að músikin og líka jáfnframt með íþróttir að við mögum ekki missa sko sjónar á því hvað þetta er bara hollt og gott veganesti fyrir alla inn í sko fullorðinsárin. Það þurfi ekki allir að vera heimsfrægi músikantar eða sko atvinnu íþróttamenn eða konur. Nei, nákvæmlega og ég sko að því ég sagði þér áðan frá Flatey á Breiðafirði þannig sem amma mín fór fyrst þegar hún var 12 ára hún var tónlistarmaður og var alin upp á heimilega sem langamma mín var organisti í kirkjunni í Flatey og hennar krakkar lærðu meira minna öll eitthvað að spila og það mjög gegnumsneitt í þessari móðurfjölskyldu minni að ekki bara spila og æfa sig og spila Chopin eða Schubert eða eitthvað, heldur að spila eftir eyranu. Spila eftir eyranu og eitthvað sem er kannski svona relevant, eitthvað sem nær hjartanu. Já, og spila undir fjöldarsöng, ratta með öðrum. Þannig að það mjög sko svona eðlileg hegðun, skulum við segja, hjá minni móðurfjölskyldu og okkur náttúrulega, öllum. Að það að syngja mjög mikið þegar við komum saman. Ég hefði þetta að taka með mér eitthvað hljóðfæri hérna í litanum. Já, ég sé það. En segðu mér hérna, sko, þið takið hérna tímaðan út í Hrísey og sko, svo gerist ábyggli eitthvað í millitíðinni fram til ársins 2006 sem að þú verður borgarfulltrúi í Vinstri grænna í Reykjavík. Sko, hvað leiði þig þarna frá Hrísey og sko 18 ára stelpa sem tók að sér að stýra tónlistarskólanum í það að verða hérna fara fullum þunga í pólitík, hvað gerist þarna á þessu langa tíma? Já, sko, ef ég reynir bara að taka þetta í eins stórum stökkum og ég get að þá það þannig að við erum þarna í kennslu í 2 ár í Hrísey og mikill leiklistar áhugi hjá Ástráði þannig að við hérna hann og fleiri rifu upp leikfélagið og þar var sett upp Blessa barnalán fyrri veturinn og seinni veturinn var sett upp Delirium Búbónis sem náttúrulega söngleikur og þar stýrði ég hljómsveitinni og hérna vinafólk okkar að sunnan kom og til þess að vera við frumsýninguna af því að það var náttúrulega mikil hátíð í bæ að frumsýna og þau kom og voru hjá okkur þarna eina helgi og eins og gerist í svona frumsýningar blissi þar sem allt geggjað og lífið stórkostlegt að þá fættist svo hugmynd að við myndum kaupa saman hús í Hrísey þessi tvenn hjón þannig við gerum það og keyptum Hvamm 1984 sumarið og áttum Hvamm til ársins 1993 og vorum þar öll sumur, vorum þar í 3-4 mánuði á sumrum og ég var þá að vinna hjá sveitarstjóranum í Hrísey og var að leysa hana af líka og svo fættust börn og hérna Oddur minn fættist 84 og Auður fættist 83 og Steina og Tryggvi sem voru þessi vinahjón okkar eignuðust 3 stelpur á sama tíma þannig að það var mikið barnalán mikil matselt mikil samgangur milli þá þessa vinahjóna og barnana í þessu húsi í Hvammi algjörlega, og þetta varði eiginlega bara svona stórfjölskyldu rými og við vorum þarna í mörg ár svo eins og gengur að þá skildu leiðir með okkur Ástráði og það skildu leiðir með Stein og Tryggva og þannig að Hvammur fór okkar eigu en alveg opaslega stór og fallegur og skemmtilegu kapli í okkar lífi þetta bil að þá fer ég að þá ég að stúdera málfræði upp í háskóla og komin í mastersnám. Þurftur að gera það allt í hérna fjarnámi eða nei, þá var ég já, og ég fór í hérna, byrjaði í háskólanum 84 fyrst þegar ég var ólétt á Oddi og fór fyrst að læra viðskiptafræði sem ég áttaði mig mjög fljótlega og hefði verið algjör mistök af því að þetta bara hendaði mér engan veginn þannig ég fór svo í almenn málvísindi haustið 85 og bætti svo við mig íslensku sem aukagrein og fór svo í framhaldsnám í íslenskri málfræði og þar sem að ég stödd í því námi að þá kemur
það upp að við lærum lítið námskeið íslenska táknmálið. Þú varst heil lengi í samskiptamiðstöð heyrnarlausra. Já, það rétt. Þannig að þar ég, og eins og gerist mig oft í mínu lífi að ég fæ svona brennandi áhuga á því sem ég að gera. Já. Fyrirfram þá ég segja, hvað þetta? Og svo leið og ég komið með tána inn fyrir, þá ég hugsa, vá hvað þetta geggjað. En þarna held ég að sé ekki lógiska talna crunching hliðin á þér að verki, þetta ekki meira kannski þú hefur alltaf brunnið fyrir þeim sem að kannski hallar á í samfélaginu eða hvað? Jú, það það eiginlega tvennt sem að rífur í mig þarna, að það annars vegar það pínlítið raungreina hausinn, okay. Sem að allt í einu komin í þá stöðu að við sjáum mál sem ekki tungumál en táknmál sem bara beint fyrir fram að nefið á okkur 300 manna málsamfélag á Íslandi. Er það ekki stærra í dag? Jú, sjálfsagt það stærra og líka orðið blandara. Það eru miklu mun fleiri notendur táknmáls sem koma úr öðrum málsamfélögum og hafa haft áhrif á þróun málsins. Okay. En þarna ég búin að vera að stúdera málfræði og málvísindi og orðaröð og beygingafræði og setningafræði og allt þetta. Og þarna sé tungumál sem ég kalla tungumál sem að þeirra gerðar að það lítur allt öðrum málfræðilegum lögmálum. Það önnur orðaröð, það annar strúktúr, það önnur leið til að spyrja, önnur leið til þess að draga fram munin á fullyrðingu og spurningu og svo framvegis og ég hugsaði með mér það var strúktúrin fyrst sem tókaði mig. Já, og ég held að ég hafi aldrei einhvern veginn þú ert að opna augu mín fyrir táknmáli með að tala þetta svona. Ég hef aldrei einhvern veginn velt þessu fyrir mér. Nei. Ég ímynda mér að því að blæbrigðin sem eru í raddblænum okkar. Hvernig ég spyr eða hvernig ég fullyrði eða hvernig ég segi eitthvað með einhverju boðvaldi. Það þetta ábyggilega lítur allt öðrum lögmálum þá í táknmálum. Já, það gerir það og þá má eiginlega segja að það sem að við felum að miklu leyti bara í mímik eða í svipbrigðum, hreyfingum, líkamsbeitingu, það og við í raun og veru skiljum með ákveðnum hætti, við sem erum heyrandi. Við sjáum ef einhver lokar stellingunni eða einhver setur upp einhvern skrítin svip eða setur hökun upp þegar hann að tala við þig eða hvað það og við skiljum það með ákveðnum móti en það heitir ekki málfræði. Akkurat. En í táknmálinu þá hefur þetta kerfislega þýðingu. Þessi núansar. Þessi núansar hafa miklu meiri og skýrari kerfislega þýðingu. Og mér fannst þetta svo óbúslega heillandi og þannig samskiptamiðstöð heyrnarlausra að verða til og nýorðin til, hún var til bara 1990 held ég og þannig að þá allt í einu bara einhvern veginn hrífst ég inn í það að fara að vinna þar og ég komin þá inn í heim þar sem voru 5 konur til að byrja með, eldhugar 2 heyrnarlausar, táknmálstalandi 3 að mér meðtalinni sem að voru heyrandi og táknmálstalandi og vinnumálið var táknmál. Magnað. Já, þannig ég bara mæti vinnuna og það bara að tala táknmál allan daginn. Þannig að þú ert, má segja reybrennandi þá? Já. Þú ert alveg reybrennandi á táknmál. Já, og síðan leiðir eitt af öðru og aftur þá þetta svona eitthvað sem að að því þú nefndir þetta með jaðarhópa eða valdalitla hópa að það skiptir svo ofboðslega miklu máli fyrir réttindabaráttu heyrnarlausra og táknmálstalandi samfélagsins að tryggja stöðu táknmálsins í lögum og það gátum við undirbyggt og unnið með félagi heyrnarlausra með alls konar pólitískum lobbyisma og öllu mögulegu en líka með rannsóknum á því hvernig íslenska táknmálið hvernig það ólíkt öðrum táknmálum
heimsins og síðan með því að undirbúa og undirbyggja nám í Háskóla Íslands í táknmálsfræði og táknmálstúlkun og ég var kennslustjóri í því verkefni og kem inn í það og móta það í raun og veru með samskiptamiðstöð og félögum mínu þar og fyrst var þetta bara tilraunaverkefni til 3 ára eða 4 ára og við útskrifuðum fyrstu túlkana á Íslandi 1900 kannski 97-8 og síðan fór ég aftur inn í samskiptamiðstöð og kendi samt alltaf þetta 3. ár og 3. árið sem var táknmálstúlkunin sjálf og þar erum við hlið við hlið heyrandi kennari og heyrnarlaus-kennari og námið snýst mjög mikla einstaklingsmiðun þar sem við erum að kenna nemendunum að túlka af íslensku yfir á táknmál bæði fyrst í lotum hlusta, bíða, segja og síðan samtímis hlusta og túlka leið og svo tilbaka horfa á táknmál og rata það færa það yfir á íslensku fyrst í lotum og svo samtímis og í þessu var ég á fullu þegar ég fór að taka þátt í kosningabaráttunni 2003 og náttúrulega þingkosningum og ég var hafði dregist mjög að VG og það var fyrst og fremst út af náttúruverndarmálum. Þannig að Steingrímur Jóð formaður? Já, Steingrímur Jóð formaður alveg frá byrjun, frá 99 og pabbi hættir í pólitík 99. Já. Hann var samfylkingarmaður með litlum staf. Hann vildi leggja mjög mikið á sig til þess að sameina vinstrimenn og fannst það skipta mjög miklu máli. Hann var ekki sammála Steingrími þegar Steingrímur fór sinn leiðangur að búa til VG. En síðan hætti pabbi í pólitík og fór að sinna verkefnum fyrir utanríkisþjónustuna þannig að þarna kemur í raun og veru svolítil eyða þar sem að pabbi ekki lengur í pólitík. Akkurat. Og þá fyrir mér var það óhugsandi að vera þáttakandi í stjórnmálum með hann þar bara vegna þess hvaða stærðagráðu hann hafði að það var einhvern veginn snýrist það að bregðast við honum vera annarkvort alveg bara gjörsamlega sammála öllu sem hann gerði eða þurfa að mæta honum mögulega eða vera eitthvað viðbrað við honum eða eitthvað, það myndi alltaf vera reiknað eitthvað en þannig en 2003 þá byrja ég tekið þátt í kosningabaráttu og það leiðir eitt af öðru þá ég orðin formaður Reykjavíkurfélagsins VG og svo framkvæmdastjóri þingflokks og hreyfingar 2005 og farin í framboð 2006 þannig að þetta var eiginlega þannig stundum þegar fólk spyr hvernig ákvast þú að fara í pólitík ég segi pólitíkin tók mig Pólitíkin tók þig og þú ákvast í raun og veru bara nýta eina opna glugga þegar pappiðin var gaf þig smá svigrum þá hoppaður Já, ég meina það að minnst okkur gerði það verkum að það var opnari leið, getum við sagt en að því að þú nefnir þetta með réttindabaráttu heyrnarlausra og táknmálstalandi fólks þá hafði það mjög mikla þýðingu fyrir mig að vera að taka þátt í raun og veru í pólitískri baráttu út af þessu baráttumáli eða? Já, það er að segja að taka þátt í réttindabaráttu hóps sem að hafði ekki sterkar rödd í samfélaginu og það hefur verið alltaf bara mjög sterkt element í mér að geta gert það svo ég koni í borgarstjórn þarna 2006 og það náttúrulega var kjörtímabil sem er þekkt fyrir það að hafa verið mjög mikið að skipta borgarstjóra Mjög farsakent, já. Ég man ekki hvað það voru margir einu sinni, Nei, þetta var alveg ótrúlegu tími og svo náttúrulega gerist hrunið í mildtíðinni og þannig að ég fer í framboð til þings 2009. 2009 eftir skjálftar hrunsins? Já, í raun og veru og áður en kjörtímabilinu var lokið í Reykjavík. Og þá gerist það í kosningunum 2009 að ég leiði sem sagt á listan í Reykjavík Suður og komin inn í umhverfisráðuneytið í
maí 2009 Í maí 2009 og þá hef ég ekki verið í raun og veru áður þingmaður sko, já þú hafðir ekki verið óbreyttið þingmaður Nei. og fer bara beint í ráðherrastól Já, áhugavert Fékkstu sko þetta náttúrulega svolítið skrýtnir umbrótatímar og hérna og það var mikil útskipting manni á þessum tímum en 2009 og þeir fer beint í ráðherrastól nú hefur það verið sko síðustu árin höfum við séð fólk fara snögglega í ráðherrastól og fá svolítið svona ákúrir eða hérna kritík fyrir það að hafa ekki nógu mikla þingreynslu lentið þú í því? Nei, ég lenti ekki kritík fyrir að hafa ekki þingreynslu, ég bara fann það að það skipti máli og ég fann að sko ég naut þarna alveg ofbóðslega góðs af því að eiga pappa af því að hann var náttúrulega með mikla reynslu bæði sem þingmaður og ráðherra þannig að hann gat til dæmis sagt mér það að maður yrði að hafa hraðar hendur að það dugar ekki að koma inn í stjórnarráðið og bíða eftir því að átta sig á því hvernig hlutinni ganga fyrir sig Akkurat maður þarf að vita á fyrsta degi hvað maður vil gera og gera ráðunettinu fólkinu sem maður vinnur með grein fyrir því hvað maður vill og hvernig áherslur maður vill leggja og fá hópin með sér það skiptir opbóðslega miklu máli að það sé skýri vilji ráðherran ræður nefnilega yfir því sko hvert haldið Akkurat og hérna auðvitað sko ráðherran embættismaður og hérna æðsti handhafi framkvæmdarvaldsins í sínum málaflokki og lítur þar með sko stjórnsýslulögum og upplýsingarlögum og allir þessu en hann líka pólitískur forystumæður í málaflokknum þannig að ráðherran þarf að vera svolítið bæði Segðu mér hérna fyrst þú nefnir þetta og með ráðherran og stefnumótandi hérna áhrif hans nú oft þannig að það talað að hinn óþekkti andlitslausi embættismaður hafi svo gríðarleg völd og ef ráðherra kannski heldur ekki með mikinn styrk eða festu í sínu embætti þá sé hann valdalítill. Hvað myndir þú segja um það? Já, ég meina það hægt að fara með þessi áhrif með mjög mismunandi hætti og það snýst það þarna eins og í öllu í lífinu að ef maður með skýran fókus og að því að við erum hérna í sjókastinu að ef maður með skýran kompás akkurat þá veit maður hvert maður að sigla þó það sé mikilvægt að vera með góða áhöfn það að það skiptir máli en það skiptir líka máli að vita hvert skal haldið en mér langar aðeins að hoppa tilbaka að því ég fór svo rosalega hratt yfir þarna 93 til 2006 gerist ekki þar á milli samkvæmt hvatningu þinni jú, ég tók þarna það var tákmálið og svo hvernig ég fór inn í pólitíkina en mér langar, sko það tvö atriði sem að eru algjör hvað ég var að segja straumhvörf í mínu lífi sem að eru á þessum tíma líka í fyrsta lagi það að hitta Torfa sem maðurinn minn í dag og minn besti vinnur og sálufélagi, ég held að sé í alvegni til að vera það fallegt og þið kynntust í dómkórnum í gennum tónlistina sem hinn punkturinn sko dómkórin á þessum tíma þegar ég byrjaði í dómkórnum 1990, kannski 1, 2 veit ekki alveg undir stjórn Martins Hunger sem var með MR-kórin sem að ég var í á sínu tíma það var þannig að hann þessi kór, þessi hópur hann var ekki bara góður í að syngja saman heldur bara góður í að vera vinir alveg ofboðslega sérstakur vinskapur og við erum búin að gangi gegnum svo margt saman þessi hópur þannig að svo líða árin og fólk kemur og fer en Martin sagði alltaf það ekki þetta að hætta í dómkórnum menn þú ert bara í honum og ég meina þú fer kannski í pásu og hún kannski 1 ár og kannski hún í 10 ár en þú ert í kórnum skilurðu. Þetta bara eins og að gangi inn í einhverja leynireglu þetta smá þannig síðan deyr Martin 2010 og þá var hann náttúrulega líka svo var hann kominn á þann tímapunkt að hann hefði hætt fljótlega vegna aldurs var 70 á þessum tíma
og einhverjir í hópnum halda áfram í kór dómkirkjuna sem dómkórinn en einhver gera það ekki og fara í aðra kóra eins og gengur en stór hópur af fólki heldur þessum vinskap og hittist endrum og sinnum og hefur kóraæfingu og partí og stundum tónleika og þetta gerðum við síðast núna bara fyrir 10 dögum. Já, það þannig. Já, að þá hittust við og fórum í gegnum nokkur lög og æfðum í röddum og heldum svo partí með skemmtiatriðum þar sem að raddirnar voru með sín atriði. Þetta alveg dásanlegt að heyra. Ég hef fylgst með þér í messu. Það? Já. Við höfum settið saman á sjómannadeginum í messu og þú kannt alla sálmanna utan bókur og það kann reyndar Unadóttin líka músíkin mikið, hún allt líkjandi á heimilinu greinilega þið Torfi sálufélagið þið kynntust í gegnum dómkórinn. Já, við gerum það og krakkarnir okkar þau eru Una og Tumi eru beinlinis bara atvinnutónlistarmenn og Una náttúrulega þar gerðist hlutinir svo hratt, hún gaf út fyrsta lagi sitt 2022 og var þá í skóla, hún var í klæðskurði og það var bara, hún þurfti bara að taka ákvörðunum að fylgja þessari öldu og láta hana grípa sig. Ég verð að segja að því vorum að ræða áðan hvað þú varst fljótt fullorðin eða svona stökkst í djúpu lögin og ert farin að stýra ykkur tónlistaskóla ég segi eiginlega bara sem úlingur og ég sé rosa mikið Unu Torfadóttur ykkar, ég sé hana sé þessi sömu elementi á henni sko, ef ég horfa á hana í vikunum með Gísla Marteini og svo sé þess að fullmótuðu þroskuðu konu og svo bara reality check, hún bara hvað, 24. Já, hún hefur þurft að fullana svolítið rætt. Já, hún hefur gert það og ég segi nú stundum sko að þú heldur kannski að hún hafi það frá mér en sko pappennar, hann sko með dýft sem að ég finn ekki hjá mörgu öðru fólki. Þannig að þessi heimspekilega innri ró sem að Una hefur hún mjög sterkir þræðir frá pappinar hann líka ljóðskáld myndi ég segja og hann svo hóvar og hann finnst það hræðilegt að ég segi þetta en hann hefur alveg einstakt lag á að setja orð fallega saman og ég hef auðvitað gaman að ég líka setja saman texta og halda ræður og allt það en Una hefur þennan lýríska en að ljóðræna þráð sem að alveg einstakur Tumi í námi í tónsmíðum hann trompetleikari og hann svona náungi sem hann spilar á allt sem hann sér eiginlega. Ég skil. Hann hefur líka tekið próf á rafbassa og spilar bara á allt mögulegt útsettur og stjórnar og gerir bara það sem þarf og frábær tónlistarmaður bæði í að semja meira í djassi það svona hans svona grunnur en sem krakki var hann í lúðrasveit og öllu því eldri krakkarnir mínir Oddur sest til hljóðfærið og spilar bara það sem þarf algjörlega og Auður raddar eftir eyranu bara eins og það sé búið að skrifa röddin út í kór sko. Þannig að það stundum mjög fjölradda stemning á Hjarðarhaga. Já, þið þurftum einhvern tíma að prófa að splæsa saman fjölskyldur minna það alltaf mikil læt og mikil músík á mínu heimili. Já, eðlislegt. Áðan komum við aðeins inn á þetta með sko styrk eða hversu dóminandi að þannig ráðherra getur verið í sínu embætti og hvað áhrif hann getur haft eða ekki og ég held að það sé engum vafa undirorpið að það hefur sko Gustaf, þú hefur farið miklu styrkin í þau ráðuneyti 4 ráðuneyti það ekki gennum tíðina? Jú, það má eiginlega segja það sko. Og ábyggla fleiri að maður myndi telja sko nafnabreytingarna? Já, ef við sleppum nafnabreytingunum þá þetta í raun og veru 4 ráðuneyti þar sem ég hef sko tekið við embætti á ríkisráðsfundi en svo gerðist það sem var svolítið óvinnulegt að þegar Katrín Jakobsdóttir varð ófrísk af sínum 3. strák 2011 að þá var ekkert system í stjórnarráðinu í því hvernig tekur maður við þessu hvernig, þú veist, fer ráðherra í fæðingarorlof hefur þetta aldrei komið það hafði það aldrei komið upp
Þannig að það sem að gerist þá það að við búum til okkar heimasmíðaða kerfi sem þannig að Katrín fer í orlof í 5 mánuði og ég gegni fyrir hana. Þannig að í 5 mánuði var ég sérstætt bæði með umhverfisráðuneytið og menntamálaráðuneytið án þess að vera menntamálaráðherra. Akkurat. Það var ég í raun og veru að gegna... Bara með málaflokki. Já, bara sinti málaflokknum. Þannig að ég hef komið þar að, en annars þetta umhverfis, matvæla. Já, umhverfis, matvæla, innviða. Og heilbrigðis. Já, það eins gott að ég var með þetta að skrifa hjá mér. Já, heilbrigðis var náttúrulega alveg ótrúlegur tími, sko. Úf, þú fyrst COVID í fangið? Já, ég fekk COVID í fangið, þetta var 2017. Já. Tók ég við þessu embætti og þetta náttúrulega stærðagráða sem alveg rosaleg. Þetta svo mikið, bæði þetta mjög miklu fjármunni sem fara þarna í gegn. Þetta líka alveg ógunnar flókið kerfi. Mikið af sérþekkingu, margar heilbrigðisstéttir, yfir 30, þéttur vefur af ofboðslega mikilli þekkingu. Við erum með heilbrigðiskerfi og heilbrigðisþjónustu á Íslandi sem að stenst samanburði það sem best gerist í heiminum. Það sjáum við á öllum tölum. En það breytir því ekki að við erum að horfast í augu við algjörlega sömu vandamál og allar aðra þjóðir sem eru fyrst og fremst mönnunarvandi. Já, já. Af því að bara aldurspíramídin að snúast við og við sjáum að það fjölgar gömlum og fækkar ungum og þannig að það eru sífellt færri að hugsa sífellt fleiri og þetta viðfangsefni allstaðar. En já, það var náttúrulega engu lagi líkt að fá COVID í fangið, sko, það var svolítið eldskýrt en fengur nú mikið lof fyrir á sínum tíma að svona, hvað maður að segja, svona að hleypa svolítið akademikurunum eða hvað maður að segja, Já, bara fagfólkinu. Já. Sko, við gerðum það mjög hygglust, við vildum að allar okkar ákvarðanir væru byggðar á bestu mögulegu þekkingu á öllum tímapunktum. Enda það þannig að okkar árangur í COVID með því besta sem gerist í heiminum. Var samstaða þetta á sínum tíma, var alveg bara þvert á inn í ríkisstjórn? Það þyngdist eftir því sem leið á. Já, það var mikil samstaða framan af og ég held að það hafi líka bara verið meiri samstaða með þjóðinni framan af. Það kom upp fleiri spurningamerki eftir því sem að leið á og þetta var náttúrulega mjög langur tími og svona ráðstafanir sem að snúast það að hefta í raun og veru það hvað fólk má gera og hvað það má ekki gera eru rosalega vandmeðfarnar í lýðræði samfélagi. Akkurat. En við á Íslandi við vorum í raun og veru fórum mildari leiðir heldur en flestar þjóðir gerðu og við lögðum mjög mikla áherslu á það að krakkarnir væru eins virkir og hægt væri allan tíman. Vitandi það að 1 ár í lífi 10 ára barns allt annað heldur en 1 ár í lífi 40 ára manneskju. En það breytir því ekki að það eru mikil eftirmál. Bæði sjáum við að það voru áskoranir sem tengjast geðheilbrigðismálum. Já. En líka það að við vissum ekki allt sem við vissum núna það sem kallað long COVID. Já. Sem eru viðvarandi heilsufarsvandamál. Svo líka kannski auðvelt að líta í baksýnisspegilinn með alla það þekkingu sem við höfum í dag og segja að það hefði nú mátt gera þetta betur og þarna var gengið aðeins svo mikið á rétt og persónufrelsi og allt það, sko. Það þannig, en allum tímapunktum voru við að reyna að gera það sem var best og það sem var réttast. Í góðri trú og samsæfingu. Já, og alltaf númer 1, 2 og 3 með augun á boltanum varðandi líf og heilsu og samfélagið. Já. Þannig að og ég held að við getum hort á þetta tímabil þannig að við getum verið stolt af því hvernig við heldum þetta. Ég verð að segja ég allavega þakkláttur fyrir það. Ég átt á sko, fjögur tiltölulega ung börn og á þessum tíma sko, þá eru elsta barnið mitt í kringum 8-9 ára aldurinn og
þau mun ekkert eftir þessu. Nei. Það er það sem að skiptir mestu máli. Þau mun ekkert eftir þessum grímum eða, þú veist, þau þurftu aldrei að bera hennar grímur sko, eða og þau mun ekkert eftir í að hafa verið lokað í sundi sko eina viku eða eitthvað en þau mjög kæra minningar að því þegar við fórum á Gullfoss og Geysi og það voru engin túristar að flækjast fyrir okkur. Algjörlega. En mér langar að því að við erum í sjókastinu að dempa okkur svolítið í sko, til hafs. Já, til hafs og sko ég er svo forpokar, ég kallar þetta bara alltaf sjávarútvegsráðuneyti og ég neita Já. Það er fólk út í bæ eða kannski meir út á landi sem kallar þetta alltaf landbúnaðarráðuneyti. Já, landbúnaðarráðuneyti. Og ég tek því alltaf vel, mér finnst þetta bara fínt sko. Já. En sko þú varst í matvælaráðuneytinu og eins og við opnum þáttina og þú hefur svona og þau tekið slægi sem að kannski ekki aðrir hafa vilja taka eða þora taka eða ekki kannski þótt þurfa taka og þú ýttir úr vör ansi viðamiklu verkefni sem að heitir Auðlindin okkar. Sko fyrst og fremst þá langar mig hérna bæði fyrir sjálf mig og fyrir þá sem að hlusta Auðlindin okkar er stort og mikið verkefni hvað snýsta og hvar það statt í dag eftir að þú ert ekki lengur sem sagt, gegnir ekki lengur stöðu matvælaráðherra. Já, sko þetta verkefni snerist fyrst og fremst það að kalla alla að borðinu sem að hafa hagsmuni og hvað ég að segja afstöðu til sjávarútvegs á Íslandi til nýtingar nytjastofna og auðlinda hafsins. Þegar ég kem að í ráðuneytinu og þá sé ég að það er alveg ofboðslega mikill bútasaumur í allri laga umgjörð og reglugerðar umgjörð sjávarútveg. Og hvergi var til eitthvað sem hét stefna Íslands í sjávarútvegsmálum. Og ég hugsaði með mér, það er skrítið. Þetta er alveg stórkostlega mikilvægur atvinnuvegur og minn magi sagði mér að í grundvallaratriðum erum við sammála það að við viljum nýta nytjastofna sjávar, við viljum gera það fallega að virðingu við náttúruna og við viljum að ágóðanum sé dreift með sanngjarnum hætti og við viljum að samfélagið njóti góðsæði. Það er einhver svona grunntónar sem að við erum sammálum og mig langaði til þess að þetta verkefni væri til þess að draga þessa grunntóna fram en líka til þess að fara bara mjög á dýptina í alls konar aðrar pælingar heldur en pólitísku átökin hafðu snúist í áratugi hvort sem að það er upphæðin á veiðigjaldinu eða hvort að það er framsal í kvótakerfinu eða hvað það er, af því mér fannst sko átökin í þessu mikilvæga málaflokki oftar en ekki snúast bara lítinn hluta af því. Já. Fannst þér sem sagt vera óreiða í stærri parti sem að snýra sjávarútveginum en átökin hafa kannski snúast mjög afmarkaða þætti. Já, nákvæmlega. Ég er sammála því. Já. Þannig að þegar ég svo sett saman þessa vinnu þá ger ég það þannig að ég bý til 4 hópa sem eru með mismunandi fókus. Það er hópur sem er bara að tala efnahagsmálin í þessu, það er hópur sem bara að tala umhverfismálin og svo framvegis. Ég kalla til sérfræðinga, ég kalla til fólk sem að veit vel og kann að reikna og kann að finna út úr og hóparnir eru settir til vinnu í mismunandi, til þess að svara mismunandi spurningum og draga fram mismunandi sín og mismunandi vangaveltur. Var nógu mikil fjölbreytni í samsetningunni á hópanum? Já, ég tel það nú að hafa verið sko voru allar raddir þetta er ekki gotcha moment en ég er svona, þú veist ég þekkjandi svo marga og stétt sjómanna og skipstjórnarmanna þá hef ég alveg heyrði ég svona raddir á þessum tíma að það vantaði sem að hefur verið upplifun sjómanna ábyggla síðustu 40 árin að hafa ekki haft næga rödd inn í veiðiráðgjöf það er munur á upplifun hvað er mikill meðafli karfi á þessari tókslóð og hafur og ekki að hlusta eða fiskistofa skilur ég að velta því fyrir mig
Algjörlega, sko, og þess vegna þess að ég mjög meðvituð þetta og þá fannst mér mikilvægt og líka smá nesti úr COVID að þá hugsaði ég með mér, sko, þessir 4 hópar eru svona svolítið eins og faghópar. Akkurat. Síðan ég með einhvers konar miðju, stýrihóp eða hvað á að kalla það þar sem að eru fulltrúar frá öllum þessum samtökum sem þú ert að telja upp sjómönnum, vélstjórum skipstjórnarmönnum til dæmis verkafólk í landi stjórnmálaflokkunum frá litlum og meðalstórum útgerðum frá smábátasjómönnum þetta var tekið til allra þessa. Já, þannig að allir þessi voru við borðið og þar var það sem að við tókum svona hlutina saman og ræddum það sem að var miðlægt en tókum líka þar svona stórar aðkallandi spurningar sem kom upp aftur og aftur eins og til dæmis hvað eiginlega að veiðiráðgjöf Hafró og af hverju erum við búin að vera með þetta mikla þessa ráðgjöf alla þessa áratugi en Þorskstofnun hefur ekki endurspeglað það. Akkurat, þannig er bara minkandi og ættum við kannski bara veiða meira og þessi umræða öll og að því að ég nú sko, ég forðast ekki átök alls ekki. Nei, við erum búin að það hefur komið fram að þá vildi ég kalla þarna inn á svona fund þá einstaklingar sem hafa talað mest gegn ráðgjöf Hafró og fulltrúa Hafró til þess að tala saman á vettvangi þar sem allir þessu voru samankomnir. Geggjað. Og náðust einhver niðurstaða? Nei, og ég var svo sem alveg meðvituð það að þetta væri, sko, og þetta gat aldrei orðið einhvers konar samningafundur. Nei. Heldur miklu frekar að segja bara að taka, að hlusta á þessu sjónarmið. Ekki bara segja að þau væru ekki gild, heldur það að þau ættu rétt á sér og þau ættu rétt á því að þau væru fjallað af fullri alvöru. Og kannski tekið eitthvað tillit til og kannski tekið eitthvað tillit til þeirra síðan voru gefnar út bráðabirgðaniðurstöður sem að voru 60 tillögur, þær fóru út til umsagnar og það kom alls konar viðbrögð og loks í lokin á þessari vinnu og það gerist veturinn 23 ætlaðis ekki höstu 23 að þá kemur út skýrslan Auðlindin okkar sem er sem sagt endanlega afurð og þá fannst mér skipta málið að í þeirri skýrslu sem að ég bara mæli með að hafa hana á náttborðinu, hún er frábær í þeirri skýrslu er líka viðhorfskönnun þar sem að við fengum Félagsvísindastofnun til þess að fara í það að fá upplýsingar það hvað segir þjóðin sjávarútveg. Og hver eru svona að myndu 10. helstu niðurstöður úr viðhorfskönnunni? Já, sko, fyrst er sátt Nei, sko, við sjáum að þetta er mjög landshlutabundið. Það er mjög landshlutabundið. Það er meiri ósátt til dæmis fiskveiðistjórnarkerfið á norðvestursvæðinu, sérstaklega á Vestfjörðum, heldur á norðaustursvæðinu. Það er meiri sátt kerfið þar sem að fólk veit minna það. Minni sátt sennilega á norðvestursvæðuna því að töluverður kvóti hefur verið keyptur þaðan. Já. Þannig að þetta á sér allt skýringar en þarna kom líka fram almennur stuðningur í samfélaginu við strandveiðar og miklu mun meiri heldur en haldið hafi verið fram. Þannig að það voru ýmsar áhugaverða niðurstöður. Síðan fékk ég nokkra einstaklingar sem að hafa látið sig sjávarútveg mikið varða til þess að skrifa hugleiðingar. Og það eru líka að finna í þessum pakka og það eru Þórólfur Matthíasson, Ragnar Árnason, Indriði Þorláksson og líka konur vegna þess að ég vil alltaf passa upp á það sé balans í kynjum og konur sem að hefðu þá kannski fjalla meira umhverfishliðina, vistkerfishliðina og þannig að það er að finna þarna greinagerð frá Daðam á Kristófersinni uppboð á aflaheimildum og svo framvegis þannig að það er
sko, mér fannst það skipta máli að þessi vinna væri tekin saman og hún væri þannig að það væri hægt að koma umræðin á næsta stað. Það var það sem ég vildi gera. Það arfleiðin sem að á henni. En sko, ef ég fæ skýrsluna innbundna og ef hann á náttborunni, hún þá bara á náttborunni hjá mér búið stingan í skúffi eða verður unnið eftir henni núna? Nei, nú kemur á því. Nú kemur á næsta kafla. Síðan var á grundvelli skýrslunar búið til frumvarp sem að hét frumvarp til laga sjávarútveg, held ég man ekki alveg. Það var semst frumvarp sem átti að taka utan allt og vera þá bara ein samfelld skýr löggjöf sjávarútveg. Sem að tekur þá líka á eldi? Nei, það er í raun og veru lagareldis frumvarpið sem var líka samhliða og það var náttúrulega líka unnið frá grunni í minni tíð. Já. En þarna, og núna erum við á vetrinum 2023-2024, þetta heildar frumvarp fyrir samráðsgátt, fær alls konar viðbröð og umsagnir, mikill urgur, þar sem að mér fannst skipta mestu máli í þessu frumvarpi var í fyrsta lagi að þarna talað þá og það bundið í lög í fyrsta skipti að umgengni við nytjastofna sjávar skuli byggja á vistkerfisnálgun og heildar hugsun auðlindir sjávar. Það hefði ekki verið fest í orð áður. Nei. Í öðru lagi talað þarna sérstaklega gagnsæi í sjávarútvegi og það að við sjáum hvernig auðlindin, fjármunir, hagnaður og svo framvegis hreyfist innan greinarinnar og milli aðila. Ég þykist munaði mitt að það hafi verið svolítið svona... Það var hvellur í kringum það. Og þegar var þetta hugleikið og gagnsæi eignarhaldi líka sko innan greinarinnar. En svo hefur sko svona hvað maður að segja stéttarfélaga megin þá hefur verið mikill fókusant á meira gagnsæi í sko verðmæta mynduninni sem hefur kannski ekki alltaf verið nógu skýr. Einmitt og það skiptir líka máli og það líka fjallað þarna milliverðlagningar eitt af því sem hefur verið rætt og svo framvegis að varpa ljósi á þessi samskipti og þessa keðju, hvernig hún gengur fyrir sig og hvar í raun og veru verðmætin verða til á leiðinni og hver nýtur svo góðs af þeim þegar öll á botnum kolt. Þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli fyrir samfélag sem að vill vera gagnsætt vegna þess að þarna lykil atvinnugrein að ræða sem að ekki bara sjávarútvegur heldur fjársterkir aðilar og einstaklingar og stórfyrirtæki sem að hafa líka fjárfest í verslun í fjölmiðlum og svo framvegis og við viljum samfélag þar sem að þetta sést. Akkurat. En þarna varð ég vör við mjög mikið andof og sérstaklega hjá SFS. Það var bara umtalsverð tortryggni og mikið svona, þú veist, forsíðu fréttir þessa brjálugu konu og blés vel á móti þér þar. Það blés mjög vel á móti mér þar og ég hef nú sagt að mokkamönnum til mismikillar skemmtunar að það hét heima hjá mér að fá þrennu ef maður var bæði í leiðara á forsíðu og í slagsteinum. Já, þá var maður alveg örugglega að gera eitthvað rétt. En sko þetta var í raun og veru þá punktur nummer 2 og svo punktur nummer 3 var í raun og veru endurskoðun og uppstokkun á 5,3% kerfinu, hvort sem stranduði hlutin eða byggðapottarnir, rækjuskelbætur og allt þetta sem að þurfti bara mjög eindregið á tiltekt að halda. Akkurat. Mín sýn var svo að þetta yrði lagt fram sem heildarfrumvarp en við vitum það sem að höfum áhuga á stjórnmálum að það var ekki greiðaleg stemning í ríkisstjórninni á þessum tíma. Nei. Þannig að það að leggja fram heildarfrumvarp til laga endurskoðun á þessum hluta laga bálksins var pólitísk bjartsýni að myndi ganga eftir. En ég var samt búin að fara með máliðin í ríkisstjórn og formaður Sjálfstæðisflokksins talaði þá að þetta væru metnaðarfull áform. Þannig að ég fekk nú svo sem aldrei neikvæðari umsagnir þaðan. Nei.
Síðan kemur 2024 og þá eru þessi straumhverfi mínu lífi að ég verð veik, fæ krabbamein og þarf að fara út úr ráðuneytinu og þar með var í raun og veru ekki þessi, hvað ég að segja, þessi pólitíski þungi með málinu til þess að fylgja því eftir í heilu lagi, en strax og Bjarkey komið til starfa þá verður að ráði að hún í raun og veru tekur tiltekna þætti út úr stóra frumvarpinu til þess að búa til minni frumvörp sem að snúast að breyta þessum málum og ég mjög ánægð að sjá það núna hjá nýjum sjávarútvegsráðherra þetta frumvarp sem að fjallar gagnsæi því að það þar og Hanna Katrín var reyndar líka í alltaf þessum stóra samráðshópi hún tók þátt í þessari vinnu þannig að hún öllum nútum kunnug þannig að hún þekkir forsöguna mjög vel. Þannig að hérna þú ertu semst glöð með skýrsluna og það einhver arfleið í henni, hún mun verða veganesti inn í... Já, ég vona það sko, af því mér fannst mjög vont að það skildi vera þannig með þessa lykil atvinnugrein og þessa mikilvægu sambúð okkar Íslendinga við auðlindir sjávar að við værum bara með stefnumótun frá því fyrir aldamót. Akkurat. Og að flokkarnir væru eiginlega bara svolítið að tala eins og þeir hafa alltaf talað í 20 ár eða 30 ár eða 40 ár og mér fannst sko greinin verðskulda það að það væri náði í öll þessi gögn og við töluðum við þjóðina og við kölluðum á sérfræðingana og við reyndum að ná svona skarpari sína þetta og ég vona svo innilega að það hafi tekist að einhverju leyti, að minnsta kosti eru við að sjá eitthvað af þessum afurðum lítadagsins ljós núna sem ég ánað með. Það eitt af því sem að kemur fram í verkefninu Auðlindin okkar og kannski sem að hefur líka verið í þinni framsögu gegnum tíðina að þú þeirra skoðunar að auðlind hafsins, hún eigi að vera sameign þjóðarinnar. Hvernig myndi sú sýn verða að veruleika? Fyrst og fremst í gegnum auðlinda ákvæði stjórnarskrá. Það skiptir mjög miklu máli að þar sé kveðið á það og í rauninni ekki bara fiskveiði auðlindin, heldur allar auðlindir. Sumar þeirra sjáum við ekki kannski fyrir en við vitum það að hvort sem að það orkan okkar eða vatnið eða hvað það að það mikilvægt að það sé í grunnlögunum okkar kveðið á það að þetta sé í eigu þjóðarinnar. Leið og við erum komið með það þar að þá í raun og veru lagabókstafurinn frekar þá til þess að gera grein fyrir því með hvaða hætti það síðan útfært. Ég verði eiginlega að rifja upp orð Pepe Mujica forseta var það ekki Uruguay sem að sagði einhver tíman að ef stjórnmálamaður vill breyta stjórnarskrá þar og vegna þess að hann vill fá völd á morgun sem hann hefur ekki í dag. Þetta segi ég á sama tíma og ég held að þú hafi rétt fyrir þetta kannski það eina sem getur girt fyrir það að við höfum lent í því kannski ekki með sjávarauðlindina en við höfum lent í því með vatn í Þorlákshöfn. Við höfum lent í því með jarðvarma sem auðlind á Suðurnesjum að bara svona, þetta komið út úr höndum okkar þjóðar. Já, og það er í raun og veru það sem ef við tölum við og lesum það sem að fólk að velta fyrir sér sem að svona í þessum framtíðarfræðum og að horfa svolítið inn í öldina og horfa lengra inn í hana, velta meira fyrir sér loftslagsbreytingum, hlýnun jarðar, áhrifum á lífreikið og svo framvegis að þá sjáum við það líka að efnahagslega mun alltaf aukast þrýstingurinn á auðlindir og þessi þrýstingur alþjóðlegur. Hann ekki bara innanlands, hann kemur utanfrá og það skiptir mjög miklu máli fyrir fullvalda og sjálfstætt ríki að hafa skrifað inn í sinn lagagrunn sem að stjórnarskráin hvaða skilning við höfum á því hvernig þetta tvinnast saman, sjálfstæðið og fullveldið og síðan auðlindirnar. Má ég skjóta einnig spurningu inn? Já, það má þú. Það að því að þú nefnir fullveldið. Já.
þá svona partur af fullveldinu samkvæmt minni túlkun, það að þjóðin sjálf sé eigandi síns lands. Hvað finnst þér jarðakaupin sem að hafa átt sér stað hérna af hálfu útlendinga? Já, ég bara þeirra skoðunar að það þurfi að fara mjög varlega í þessum efnum og það þurfi að stemma stigu við því að við séum með þannig regluverk að það geti bara einhver erlendur auðjöfur keypt fjörð eða skaga. Já. Og þá það orðið bara svo stutt í það að það séu bara heilu fjórðungarnir. Já, þá kannski ekki beinlega fullvalda þjóðlengur. Nei, þá fer það að vera spurningin sko. Þannig að mér finnst þetta skipta mjög miklu máli, en mér finnst þessi skemmtileg tilvitnun sem þú ert með sko að stjórnmálamenn sem tala stjórnarskrána. Ég sjálf hef ekki verið ekkert ofsalega upptekin af breytingum á stjórnarskrá. Það hefur ekki verið svona efst á blaði hjá mér. En hins vegar þá það þannig að stjórnarskráin íslenska, hún mjög gömul. Þær það samt heilt yfir í flestum löndum, sko. Þær hlaupa á árhundruðum. Já, ég veit það, en það sem ég ætla að segja hún mjög gömul í grunninn, en svo hafa verið gerðar umbætur og það hefur verið skrifaður inn kafli mannréttindi og svo framvegis. Og það hefur lengi verið talað þetta. Það að segja að við þurfum auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Og hvort sem að það á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs eða einhvern veginn öðruvísi, það finnst mér ekki vera stóra málið. Katrín Jakobsdóttir, þegar hún forsætisráðherra, þá lét hún vinna mjög mikla vinnu í tengslum við þetta og var búin að ná flokkonum meira og minna utanum ákveðna nálgun í því og mér finnst það mikil synd að það skildi ekki hafa verið klárað og hún var líka að vinna ákvæði sem að fjallaði náttúruvernd sem að ég held að ætti líka vera í stjórnarskrá vegna þess að best væri auðvitað að væri þannig að náttúruna mætti ekki skerða nema þú rökstuðir það sérstaklega þannig að náttúran hafi rétt að lögum. Ég held að það væri lang farsælast fyrir okkur af því við höfum tilhneigingu til að vaða yfir hana. Já, að sé allavega hérna gengið hann og hún nýtt með einhverju sjálfbærum hætti og helst afturkræfum. Já. Kvótinn eftir framsal sérstaklega sko þá hérna leiðir af sér að það var mikil samþjöppun í greininni. Þetta hefur fengið kritík bara frá því ég man eftir mér að kvótinn hafi sem sagt færst á færri hendur, þetta orðnar stærri útgerðir í dag og færri. Er þetta vandi eða er þetta kannski bara hagkvæmara? Svona samfélagslega og þjóðhagslega? Já, sko, ég held að þetta sé bæði. Ég held að þetta sé, sko, það má alltaf færa rök fyrir því að það sé einfaldar og betra að reka stóra einingar en litlar. Og það má færa rök fyrir því í öllu. En hins vegar finnst mér óásættanlegt annað heldur en að þessi tengsl, stjórnunar og eignatengsl séu sýnileg og þar kemur þetta gagnsæis ákvæði inn til þess að tryggja það að almenningur og þeir sem eru í þessum greinum, sama hvort að það eru litlir eða stórir aðilar, sjáu með fullnægjandi hætti hver tengslin eru og inn í þessum fyrirhuguðu lagabreitingum þá líka fjallað það með hvaða hætti þetta samspil má vera og hvert hámarkið má vera og svo framvegis og það skiptir bara mjög miklu máli. Er þetta að tala um þá hagsmun og tengsl eða cross-tengsl milli útgerðana? Já. Að það sé eitthvað þak á eins og hefur verið á kvótaeign? Já. All right, ég held að það sé geti verið ágæti sátt það að þetta safnist ekki kannski á eitt par af höndum. Já, og ég held að sko, og það verður bara spennandi að sjá hvernig frumvarpinu hjá Hönnu Katrínu reiðir af í þinginu með þessa sýn að því að það áhugavert að SFS sem náttúrulega talar mjög mikið fyrir hönd þessara stærstu útgerða vill mjög eindregið verjast þessum breytingum. Já, það eðlilega SFS, þau eru bara hagsmunasamtök, málpípa þeirra. Passa upp á sína. En ég velti því samt fyrir mér sko, það má sjá fegur líka í því að nú finnst mér ágætt að taka dæmi, það eru tvö systurskip hér hjá Brimi sem heita Akurey og Viðey. Hvort sig með með 15 manns í áhöfn og það eru svona hér bil 23, 4, 5 sem að skipta með sér þessum 15 stöðugildum yfir árið og hvort skipun sig að fiska 10.000 tonn á ári af fiski, af borfiski
og sem cirka sama magn og strandveiðibátarnir að veiða upp úr sjó á heilu ári og það eru svona cirka 700 bátar, 750 bátar. Og skattalegt spor, það má líka svona bera þau saman. Þetta er það er pínu svona nasti að mér að stilla þessu upp hvort á móti öðru. Þetta er náttúrulega strandveiðikerfi skapar fleiri störf, það eru fleiri störf sem að skapast, en aftur á móti er kannski skattalegt spor meira af þessu eina skipi að við tökum bara við þeir sem dæmi. Algjörlega og ég meina þetta er bara viðfangsefni stjórnvalda á öllum tímum að taka til skoðunar fleiri forsendur heldur en það er efnahagslegu. Ég meina það er eitt af því, við þurfum að sjá, og svo eru byggðasjónarmið og þessi félagslegu sjónarmið og sögulegu sjónarmið og það er alls konar hlutir, við þurfum bara vanda okkur þegar við erum að stýra samfélagi, það er ekki hægt bara að segja að þetta snúist úr reiknistæmi. Nei. Og bara snúist það hversu mikil verðmæti fást fyrir sko, það væri hægt með þeirri nálgun að segja bara við ætlum bara að ná sem mestum verðmætum og svo fara bara peningarnir inn í sveitafélögin tilbaka og hvað á fólk að gera við þá fjármuni og þetta þekkir fólk einmitt í þeim byggðum þar sem að aflaheimildirnar eru farnar þar sem að fólk þráir er að fá að veiða fisk en ekki bara það að fá meira inn í bæjarsjóð. Þetta snýst líka um menningu og sögu og samhengi. Menningavinkillin, svona þjóðarsálarvinkillin er mjög áhugaverður. Það er vegna þess að það er einhvern veginn, það er ekkert mál að stilla þessum tveimur dæmi sem ég var að gera upp á móti, hvort á móti öðru. En svo finnst okkur alveg sjálfsagt að og okkur finnst svo mikil rómantík og fegur í því að einhver sé bara með 100 rolluskjátur á einhverju bóndabæ og það er partur af okkar menningu við viljum halda þetta, en það er eðlilega ekki hagkvæmt á neinu stíma. Nei, og ég meina, ég var nú líka landbúnaðarráðherra, þannig að ég hugsaði mikið um þetta að því að annars vegar það sem togar í öðrum megin frá er einmitt þráin eftir hagkvæmni og að það sé fólki bjóðandi að stunda landbúnað, að það sé ekki bara ávísun á fátakt að vera sauðfjárbóndi til dæmis. Akkurat. En leið þá viljum við heldur ekki að það sé orðið þannig að það sé kannski bara ljós á 4 hverjum bæ. Það er rétt. Nei, þú veist, þetta við seljum bara alla út úr landi. Já, ég meina þetta er ekki einfalt sko, en já, þetta er eitt af því sem þarf að hugsa um. Þegar þú varst að berjast fyrir auðlindin okkar og öðrum málum inn í matvælaráðuneyti, fannstu fyrir þrýstingi, pólitískum þrýstingi eða frá einhverjum fjársterkum öflum eða? Sko ég held að fjársterku öflin hafi nú verið löngu búin að gefast upp á mér sko. Þannig að ég var nú ekki mikið fyrir því að fólk væri að reyna að beita með þrýstingi pólitískt eða beint. En þrýstingurinn var auðvitað fyrst og fremst í gegnum bara fjölmiðla og ég meina eins og við tölum áðan að SFS náttúrulega passar upp á sína umbjóðendur og sem að eiga reyndar líka fjölmiðil þannig að það var hægt að beita fjölmiðlunum mjög afgerandi í þá veru að draga það upp að þetta væri allt saman tortryggilegt sem ég var að gera og ég meina það er sko hluti af þessu umhverfi og raunar líka umhugsunarefni í lýðræði samfélagi að það sé þannig að hluti af fjölmiðlunum sé í raun og veru þáttakendur í hinu pólitíska valdatafli sem að gildir þarna. Þannig að sáþrýstingur var alveg 100% sko, en einhver svona þrýstingur í gegnum einhver símtöl og einhverja, ég meina, nei, það var ekki þannig. Ég fekk opbóðslega mikið af tölvupóstum frá fólki sem að lifir og hrærist í sjávarútvegi, fólk sem vildi segja mér sína sögu og velta upp sinni hlið á málum. Mér fannst það mjög mikilvægt að heyra í fólki og hitta fólk og ég meina, ég hitti smábátasjómenn, ég hitti grásleppu veiðmenn og ég hitti velstjóra og skipstjórnamenn og sjómenn og reyndi að hitta sem flestar hlusta eftir sem flestum röddum í þessu en ég get ekki sagt að ég hafi orðið fyrir pólitísku þrýstingi, ég myndi ekki gera það. Nei, og það er fátt sem að verist einhvern veginn býta á þig. Það er annað stórt mál. Það er með hvalveiðarnar.
með frestun hvalveiða. Við sáum það minnum með síðasta sumar að umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að frestun hefði ekki átt sér skýra stoð í lögum og ekki samlagskröfum meðalhóf. Hvernig myndirðu bregðast við þessu í dag og dreigja einhvern lærdóm að þessu ferli? Já, sko, ég held að í fyrsta lagi þá var ég náttúrulega setti ég af stað þessa vinnu sem að snerist það að það yrði tryggt, að það yrði haldið utanum hvern einasta hval sem að var drepinn með myndböndum og að þeim myndböndum yrði síðan skilað og það yrði fjallað þau og farið yfir það hvort að það væri hægt að stunda þessar veiðar en jafnframt fara að dýravelferðarlögum. Það að ég fæ síðan niðurstöðu frá fagráði dýravelferð 1 eða 2 dögum áður en vertíðin átti að hefjast þar sem að niðurstöðan var svo þessi veiði aðferð brýtur í bága við dýravelferðarlög setur mig í algjöra klemmu. Var það það var sem sagt ekki eitthvað sem þú hafðir áhrif á hvað þessa niðurstöðu komu seint? Nei, auðvitað ekki. Nei. Ég var bara stöðugt að reyna að rekka á eftir þessu. Já. Þegar að niðurstöðuna liggja svo fyrir, þá hugsaði ég með mér, heyrðu, ég hef engin verkfæri til þess að banna þessar veiðar. Nei. Leyfið þarna og það gilt, en ég hef verkfæri til þess að fresta upphafi vertíðarinnar. Já. Vegna þess að það var bara algjörlega í samræmi við lög. Það sem að umboðsmaður Alþingis finnur síðan að og þegar hann talar nægilega sterkan lagagrunn að þá segir umboðsmaður í raun og veru við erum með tvenns konar löggjöf, við erum annars vegar með hvalveiðilöggjöfina sem mjög gömul og við erum hins vegar með dýravelferðarlöggjöfina og þessi tvenn lög þau spila bara mjög illa saman. En síðan segir umboðsmaður þetta með að ég hefði átt að gæta betur á meðalhófi, þá hann fyrst og fremst að tala það að ég hefði átt að upplýsa áformin og gefa viðkomandi færi á andmælum. Já, sem þú hefði þurft að gefa rýmri tíma sem þú hefði ekki geta mögulega gert í þessu stöðu. En svo var bara tíminn bara mjög aðþrengdur og erfiður og eins og alltaf í pólitík og ég hef verið ráðherra í 11 ár og í allnokkrum ráðuneytum. Þá veit ég það að það alltaf þannig í pólitík að leið og stjórnarandstaða alveg sama hvort ég í henni eða einhver annar finnur það að það ágreiningur inn í ríkisstjórninni. Já, leið að það komið lykt af því. Já, þá skapast sóknarfæri. Já. Og þarna hafði það gengið svo langt í langan tíma að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins tilteknir einstaklingar þar innan búðar voru lengi búnir að tala þannig að það væri ekki hægt að vinna með VG. Við værum bara við værum bara ég man nú eftir einn þingmaður eitthvað svona og einn þingmaður talaði það að nú nóg komið að málamiðlunum eða tími málamiðlana í liðin og ég hugsaði með mér á býtu hvernig ætlar þá að vera í ríkisstjórn eða það ekki málamiðlanir þú veist þannig að þau voru búin að vera lengi sko það var urgur búin að hlaðast upp í mjög langa tíma innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins og svo eru það ýmis mál sem að bætast þar við, það eru málefni tiltekinna hælisleitenda það eru þessi hvalveiðimál það bara svona ýmis konar almennt óyndi sem að salan á Íslandsbanka líka mál sem að hafði mjög mikil áhrif við finnum dvínandi stuðning í okkar baklandi Sjálfstæðisflokkurinn finnur það líka Framsókn auðvitað finnur það líka þannig að þegar þarna komið sögu að þá í raun og veru andstaða tiltekinna þingmanna Sjálfstæðisflokksins við mig sem var þó ráðherra sem satt í þeirra umboði orðin bara mjög sýnilegur. Já. Sko
ég ætla ekki að hérna rekja úr garnina með þína persónlegu afstöðu til mögulegar þróunar í hvalveiðum eða sko við erum, því ég held að við séum mjög sammála það að hvernig sem að við nýtum og yrkjum jörðina þá þurfum við að gera það virðingu og sjálfbært en ég verð að segja sko ég ber alveg töluvera virðingu fyrir þeim sem stjórnmálamanni þú ert mjög prinsipföst stendur með þínum prinsipum og það má færa rök fyrir að það hafi kannski riðið vafki að fullu einmitt í þessum aðstæðum sem varst að lýsa það sem á búið að finna einhverja lykt af því að það væri hérna hrygt í stóðum ríkisstjórnarsamstarfsins og þú hafðir hann að val og líka út af hælisleitendamálinu þú hafðir val það sko að taka sæti í starfstjórn sem að hefði kannski ekkit endilega verið farsælt en þú ákveður að gera það ekki og mér langar að heyra sérðu hlutina öðruvísi eftir á hefur þú gert þetta öðruvísi eða var þetta meðvitaðar afleiðingar sem að þú sást fyrir þegar þú tekur ákvörðun að taka ekki sæti í starfstjórn Nei, sko pólitík snýst í raun og veru bara það að taka ákvarðanir og þetta endalaust spurningum að taka ákvarðanir og maður tekur ákvarðanir stórt og smátt og undir svona kringustæðum eins og þarna voru það sem að hafði í raun og veru orðið að mínum að þetta algjör trúnaðarbrestur inn í ríkisstjórninni milli forystumanna flokkana ég hafði tekið við sem formaður hjá VFG fyrir sko viku þegar við erum komin í þessa stöðu Við hittumst formenn flokkana í stjórnarráðinu til þess að fara yfir stöðuna og hérna, hvernig okkur litist á tiltekin átakamál sem að voru þá á borðinu og það voru auðvitað málefni útlendinga, orkumál, ýmislegt sem að við sáum að við þyrftum að vinna með. Við Sigurður Ingi töldum bæði að það væru til lausnir á því og þetta er á laugardegi og sunnudegi þá tilkynnar okkur að hann ætla að slíta þessu. Mér krossbrá og ég hugsaði með mér bara þetta er ekki heiðalegt að sitja með okkur á fundi og láta okkur tala það hvernig sé þetta að laga hlutina og gera þetta svona þannig að það sem að ég ber í raun og veru undir minn þingflokk er það að það séu tveir kostir í stöðunni, annarkort sé að taka sæti í starfsstjórn fram að kosningum eða stíga út úr samstarfi við Bjarna Benediktsson sem varð niðurstaðan og hún er náttúrulega tekin á félagslegum grunni, hún er tekin í þingflokknum ég held að það hafi verið rétt niðurstaða, ég held að það hefði líka bara verið mjög erfitt fyrir okkur í VFG að fara inn í kosningar verandi inn í þessari ríkisstjórn en ég menna sagan segir okkur það að allir þessir þrír flokkar hlutu sko bara hörmulega útreið í þessum kosningum þó að það hafi verið sko misafdrifaríkt og náttúrulega langþyngst hjá okkur að vera beinleinis komin hérna út af þingi en við vorum komin undir þessi 5% strax vorið í mælingum löngu og í raun og veru rétt það bil sem að Katrín ákveður að fara í forsetaframboði og við náðum okkur aldrei á strik við áttum svona eftir áhyggja þá áttum við bara einhvern veginn ekki séns í þeirri stöðu að vera í þessari óvinsælu ríkisstjórn vera með þessi tilteknu mál á bakinu og vera alltaf undir þessu 5% mörkum sem var alltaf umræðefnið í öllum þáttum og allstaðar það var eiginlega bara strax VFG nær ekki inn þannig að fólk byrjaði mjög snemma að hugsa það er ekki vel farið með atkvæðið Akkurat og enda hefur mikið verið rætt það eftir þessar kosningar og þetta er mjög skrítin staða núna að horfa á þingið og sjá enga stjórnarandstöðu frá vinstri og enga stjórnarandstöðu með grænarattir bara 0 sko þegar að Jóhann Páll kemur með bara mjög hressa lagabreitingu sem á að bara drífa einhverja virkjun í gegn og bara koma svo krakkar, hvað er í gangi að þá eru viðbröðum stjórnarandstöðinni já, flott, meira bara halda fram og hérna meðan að í svona venjulegu þingi að þá væri svona ráðherra líka með aðhald
frá vinstri og í gegnum grænumálin. Já, það er ekki mikið ekki mjög anstæði pólar þarna í ákveðnum málum eins og í grænum málum, það er alveg rétt. Já, það er þannig. En þess vegna spurði ég sko, hefðirðu viljað gera þetta öðruvísi, hefðirðu viljað selja prinsippið þín til þess að hefði verið mögulegt að selja prinsippin einhvern veginn og hanga inni, þá hefðu kannski endað með einhverja þingmenn. Þú ert að tala um þetta með starfsstjórnina? Með starfsstjórnina og það. Ég meina, við bara vitum það ekki. Það er ómögulegt að vita það. Þú veist, það er í raun og veru maður tekur ákvörðun og ég er ekki á því að þessi ákvörðun út af fyrir sig hafi verið það sem að skildi á milli feigs og ófeigs. Ég er það ekki. Nei, ég líka ég segi aftur, ég ber virðingu fyrir því að hafa staðið með prinsipinu, hver er svo sem afleiðingarnir eru og kannski er þetta sko, ég er eiginlega indikerað og hefði getað spilað einhver pólitískan klækjaleik. Já. En ég held að annarkvort ertu bara svona hrein og bein og gerði það ekki, eða þá ertu partur af miklu lengra plani í pólitískum bellibröðum. Já, sko, ég held nú reyndar, sko, að hafandi verið bæði þáttakandi og áhorfandi í pólitík mjög lengi, þá pólitíkusari eru ekki eins sniðugir og við höldum, sko. Yfirleitt þá lendar bara í ykkur, sko. Og reyna svo að finna út úr því hvernig öll dreymir okkur að vera alveg svakalega útsmógin og vera með svakalegt plan og ég meina við sjáum núna ríkisstjórn sem að fer inn í það að vera með plan í öllu og svo bara gerist eitthvað. Já. Þú veist, og þá varst ekki með plan. Talandum að vera ekki með plan, þú gengur í gegnum náttúrulega mjög þungan róður með sem heilbrigðisráð þeirra í COVID. Þú gengur í gegnum eld og brennistein með hvalveiðimálið, ýmsar aðdróttanir þar. Þú greinist með brjóstakrabbamein sem er ekki löngu eftir að dóttiðin þurfti að berjast við heilaæxli. Þetta hljómar eins og ágætis uppskrift af burnouti hjá flestum. Já, einmitt, sko. Og inn í þessu öllu saman þá fylgdi ég pappa í gegnum hans dauðastríð. Já. Hann veiktist haustið 2020 þegar Una var líka vekk. Já. Og ég var með heilbrigðisráðuneytið í COVID og hann dó svo á rúmlega 3 mánuðum sem að var mér mjög mikið áfall. Við vorum svo miklu vinir, vorum svo náin. Og hann var svona minn mesti stuðningsmaður alltaf. Og mentor. Og núna væri svo gott að eiga hann að í, sko, þegar stjórnmálin eru svona skrítin bæði heima og í útlöndum. Já. Að það væri svo gott að hafa hann til að sjá stóru myndina. Og svo flinkur í því. En já, þetta er mjög góð uppskrift af burnouti og ég einmitt, sko, ég var að hugsa, skildi nú ekki bara koma því að maður bara lendir í því að brenna upp. Svo veit ég ekki alveg hvernig það er. Eða sko, núna er ég með 18 kassa heima hjá mér sem eru líf mitt. Og það er svona, sko, og ég tek upp bara einum kassa og það er kassi Þjórsárver. Svo tek ég upp annan kassa og það er kassi mönnun í heilbrigðisþjónustu. Okay. Og ég tek upp úr 3. kassanum og það er þingflokkur VG í stjórnarandstöðu. Og ég er bara á fleygiferð með hausinn á mér í gegnum alla þessa tíma. Hvalinn, auðlindun okkar, heilbrigðisstefnu, græn efnahagsmál. Og þá hugsaði ég þetta er mjög margslungin reynsla og mjög mörg átök eins og þetta benda á löngu tíma. En það sem að ég held að skipti öllu máli í þessu er að hafa góð og heil tengsl við sitt nánasta fólk. Að þau séu full af bara kærleika, væntumþykju, að muna að anda. Maður gleymi því stundum þegar það brjála að gera eða þegar maður er yfirkomin af einhvers konar áföllum eða álagi, þá fer maður að anda grönt og líður eins og maður fyrir að hlaupa. Þá er gott að anda djúpt og finna það að kannski er þessi upplifun dagsins í dag bara eitt lítið brot af tilverunni.
Þú veist ekki hafa átt í erfileikum með þetta anda, þú er allan ekki bognað og þú er alltaf komið bara tvíel til leiks. Já, ég held að þetta sé leiðin, tengslin, öndunin og tónlistin. Og tónlistin. Held það. Núna er ég að hlusta á Bach. Nú ertu að hlusta á Bach. Sko, marsmánuður er tilnefnkaður Bach. Þannig að núna er ég bara með hann í eirónum og ég er að reyna að vera svolítið skipulögð og núna er ég með Jóhannesapassíuna og hún er geggjuð. Hún er frábær. Ég er að hlusta á hana núna með 3 mismunandi flytendum og núna er ég komin í mjög djúpa upprunastefnu þar sem að vera að spila allt á sembal og upprunalega hljóðfæri. Já. Og það er skemmtilegt en mér finnst hitt betra. Ég vil helst svona romantískar uppfærslur. Eins og við komum inn á áðan, þá erum við svona ónáttúrulega lík hvað ýmislegt varðar. Ég er mjög einhæfur þegar kemur að tónlistar neyslu. Já. Það er eiginlega bara rock, það er bara Händel og Bach. Nú það er bara þannig. Það er bara þannig. Já, já. Og helst vil ég hlusta sko ef ég er að hlusta á Glenn Gould fara með Bach, þá vil ég helst einmitt hlusta á sembal upptökuna sko. Já. Það sem hann er að spila Goldberg. Nei, bara hann er að fara í gennum partitur og sonatur og alls konar, en á sembal sko. Já, ok. En hvað ætlar að fara að gera núna? Já, hvað ert að gera núna fyrir utan að hlusta Bach? Sko, fyrir utan að hlusta Bach, þá er ég núna að flokka dótið í kössunum mínum. Já, þessum 18 kössum. Já, og vesenast með svona eitt lítinn svona tætara, því ég þarf að fara með svona alls konar blöð sem ég vil ekki að fjúki bara allt í sorpu. Þannig ég er að því, ég er að við Torfi eigum hús í Króksfirði, sem er hús sem að pabbi og Guðrún byggðu þar og er yndislegu staður þar sem að Breiðafjörðurinn er út gluggan. Akkurat. Þannig að þar eru svona flóð og fjara einhvern veginn. Já, það gætir mikill að sjá að falla þar. Heldur betur og einhvern veginn maður bara svona faðmar eilíðina við Breiðafjörð. Þannig að við ætlum að fara þangað núna allavega páskana. Svo er ég mæti á mótnana, ég mæti nýra á skrifstofu FG og er að safna styrtamönnum og svona aðeins að rótast í því, ég meina við þurfum að reka hreyfinguna án þess að fá fjármunni frá ríkinu og það þýðir að við þurfum að bara sækja í vasana hvert öðru eins og við gerðum á árum áður. Akkurat. Og það er bara gaman og áhugavert og bara öðruvísi aftur í ræturnar þar líka, en ég hef alveg trú á því að það mun skapast eftirspurn eftir okkar öll aftur. Það er svolítið það sem ég var að fiska eftir. Ég held að þú sért ekkert að fara að henda þessum 18 kössum. Þó setir nokkuð blöð í tætarna. Munum við ekki sjá meira að þér á svona pólitíska sjónasviðinu? Já, sko, ég held allavega að ég get mjög illa verið til án þess að láta til mín taka og svo er bara spurningin hvar það gerist. Og eins og við höfum farið yfir í þessu langa spjall okkar í dag að þá held ég að það sé alveg ljóst að þar sem ég drefniði fæti að þar finnst mér gaman. Já. Og þar verður orkan til í verkefninu. Þannig að hvað sem það verður, að þá verður það hressilegt og ég vona að það verði í þágu samfélagsins og ég vona að ég beri gæði til þess að halda fram að gera gagn. Dásanlegt. Svandís, þakka kærlega fyrir að koma í sjókastið. Takk fyrir Ariel, gott að koma.